Yndislegt að fá þig heimsókn. Já, takk, ertu búin að kveikja sem sagt? Ég er búin að kveikja. Já, ok. Já. Ég lendi í því svona aðeins hérna þegar ég var að byrja fyrst að því þá var ég ekki að gera þetta sjálfur sko. Og þá var oft löngu búið að kveikja og svo verið byrjað að spjalla og stundum svona ef að viðmælandi var ekki að segja eitthvað sem maður mátti ekki fara í loftið. Já. Þá var ég bara byrjaður í huganum sko. Já. Og svo eftir svona 5 mínútur, erum við byrjaðir? Já, við byrjaðir fyrir 5 mínútur. Alltaf nú þú byrjuði í podcastinu og alltaf mesta djúsið þegar fólki líður eins og það sé að heyra eitthvað sem það átti ekki að heyra. Já, einmitt það bara. What? Já, einmitt. Þú mætir hérna litrík. Já, og ég ætlaði að vera mjög cool, en ég fann ekki aðra flíkina í morgun sem passaði við cool-dressið. Þannig að ég var leidd yfir í þetta þennan hérna galda. Þetta sko hönnun eftir Ír Þrastardóttur sem alveg frábær hönnur og líka kvikmyndagerða kona, hún fór í kvikmyndaskólan og bætti við sig kvikmyndagerð og gerir svona mikið að galafatnaði sko, vinnur mikið í silki og svona og bara svona, hún svona, það bara streymir í gegnum hana sko, bara sköpun streymir og ef það væri sko 48 tímar í sólarhring, þá væri hún eina af þeim sem myndi nýta það í botn sko. Þetta lítur út fyrir mjög þægilegt. Já, þetta bara jogginggalli sem bara ógeðslega cool og svona fallegt prent sem hún býr til. Hvaðan að því að byrjaður að nefna podcastið? Já. Hvað kom til að þið vinkonunnar ákváðu að fara í það? Já, hvað kom til? Það var sko, við vorum svo sem alveg búin að vera að hugsa hvort þetta að gera eitthvað saman, en það kviknaði aldrei neitt alveg. Ég er svolítið svona að lifa það að gera ekki hluti nema að eldurinn lifni sko. Og við vorum búin að vera að skoða allskyns eigum að búa til leikhús saman eða eitthvað, þú veist að það bara vaknaði ekki eldurinn og bara svona aðeins að máta hvort það væri eitthvað, við erum búin að þekka síðan við erum 10 og 11 ára, þannig að þú veist hvort að við getum verið eigin herrar, við erum búin að vinna hjá leikhúsum í öll þessi ár. Svo kom rétta hugmyndin að hlaðvarpi sem var það að koma með bók af því að ég nennti ekki að gera hlaðvarp nema ég vissi að það væri einhver dýpt á bakveð, það var alltaf möguleiki að fara inn í dýpt og ef þú ert með bók þá getur hún verið mjög djúp, þannig að þú getur verið að fara inn í eitthvað, eða hún kemur með eitthvað eins og svona annan vinkil inn í bara ég og Steina að tala saman. Þannig að allavega þá kviknaði eldurinn í mér og sagði, já, ég get setið í klukkutíma og rætt eitthvað svona, en líka láti mig flæða út um allt með Steinu, af því að við flæðum út um allt, alltaf. Þannig að, og svo er ég svona, mjög svona óbreyttur hermaður að því leita ef ég byrja á einhverju þá er ég mjög fókuseruð og óbreyttur hermaður. Já, ég er rosalega, ég gengi í takt og finnst gott að hafa rútínu og svona. Líka þess vegna þá var ég ekki til í að gera neitt fyrir ég vissi að þetta væri eitthvað sem ég væri til í að hafa úthald fyrir. Hvernig er það með það því þú segir sko, eldurinn, jáið, þú veist að sumir talum ef það er ekki bara heljas, þá er það nei. Já. En svona, mér stundum eins og hjá mér, ég hef alveg líka farið í verkefni sem var fyrst svona eitthvað, en svo var það bara frábært. Já, ég er alveg þar líka sko, en ég er að skoða þetta sérstaklega náttúrulega undanfarin 2 ára því ég er búin að vera að endurskoða bara hvernig ég vil hafa hlutina í lífinu, þú veist, og ég er búin að segja upp í leikhúsinu eftir 30 ár og ég hætti líka í listaháskólanum og er að skoða þetta human design og í human design þá er ég það sem heitir generator og generatorinn hann á bara að gera það sem að kemur svona já í líkamann og það þarf ekki að vera stórkostlegt já en það ég heyri alveg já og ég er að æfa mig að heyra þessi já sko og það kom já sem sagt við þessari hugmyndum að koma með bók í hlaðvarpið en annað sem ég hef verið að skoða líka er að mér langar eitthvað rosalega mikið, þá er eins og ég fari í mæntingar og þá lyftist orkan, nú veit ég ekki hvort ég er óskiljanleg. Þú ert mjög skiljanleg. Já, þá lyftist orkan og tíðnin verður of há og þá fer kannski það sem ég langar í fram hjá mér, af því að tilhlökkunin og það að langa að gera eitthvað í svona crazy spenningi, það er ekki sama og mér langar að gera. Skilur. Þannig að ég er aðeins búin að vera að skoða þetta núna. Þess vegna oft kemur vinna til mín og ég kemur með já, en ég er ekki eitthvað svona, ég lakar svo til, af því að það er ekki orka verkefnisins. Verkefnið er sko, en ég finn að ég hef djúpa innri löngun og svona eins og, þú veist, ég er alveg til í að gera það og ég hef úttalt fyrir það.
Er þetta skiljanlegt? Ég Þetta er mjög skiljanlegt. ég er að skoða þetta núna líka, þú veist, að því að mér hefur langað að fá, þú veist, nú væri gaman að fá þetta hlutverk eða eitthvað svona, þú veist, og þá kemur spenna inn og þá í rauninni lyfti ég energinu upp fyrir Ég skilji. tíðnina sem verkefnið er í og þá fer verkefnið bara undir radarinn. Ég var einmitt að því við vorum að tala áður við byrjuðum með svona mastermind og það er einn í hópnum mínum sem er jógakennari og það var svo flott á síðasta fundinum okkar, þá var hann að tala hann er farin að vinna svo mikið með bara sko, í raun og veru setja eitthvað mjög skýrt intention, vera með aga í ákveðnum hlutum sem er samt bara svona rammi og svo bara sleppa útkominni, treysta lífinu og allt þetta sko, að því þú veist ég veit ekki hvort það tengist alveg þessu sem þú ert að segja, en stundum svona, þú veist, bæði ef það er of mikill spenningur einhvern veginn, að þá, eins og þú segir, þá tíðnin orðin það há að hún fer eiginlega framhjá eða yfir. Já. Og líka ef að maður er, þú veist, ég þarf að oft koma bestu hlutirnir þegar maður einhvern veginn gerir bara eitthvað samning við lífið. Já. Og þú veist, ég þarf bara sinna mínu og gera þetta, en svo setja ég intention að þá allt í einu poppar eitthvað í synchronicity, sko. Og kannski að vera ekki með tímalínu inn í því. Allavega fyrir mig hendar að vera ekki með tímalínu. Það er reyndar, fyrir aðra hendar að vera með tímalínur. Hvað meinur það með því að vera ekki með tímalínu? Það er bara, eftir 2 mánuði ætla ég að vera búin að ná þessu, eftir 1 ár ætla ég að vera búin að ná þessu, ég ætla að vera búin að framlega fyrstu bíómyndina mína eftir 3 ár, skilur þú veist eitthvað svona. Þetta hendar sömu fólki mjög vel að vinna inn í tímalínur. Ég er búin að komast að því að það hendar mér ekki. Ég á frekar að vinna inn í gleðin yfir því að hafa klára verkefnið og eins og vinna að tilfinningunni. Já. Og finna svo hluti sem koma og er í tíðni með tilfinningunni sem ég vil hafa meira af í lífi mínu. Og það skiptir ekki máli hvert verkefni er í rauninni, bara ég finni, já, þetta hjálpar þessari tíðni sem ég vil hafa meira af í lífi mínu. Þetta hjálpar því líka. Já, þetta er í resonans við tíðnina við að gera þetta verkefni. Skilur hvað ég við? Ég skil hvað á því, þá maður hugsaður einmitt svona, þú veist, allavega fyrir mig þegar maður eldist, það því þú talar tíðni og resonans, sko. Já. Og ég byrja að hugsa þetta að því ég er að skoða svo mikið human design núna og þetta er eitt af því sem að ég pikkaði upp úr því. Langaði að spyrja það meira út í það, sko, það sem kom til mín þegar þú nefnir það er að, sko, að hugsa ég aftur menntakerfið og svona monokúltúr, að human design er svolítið, þú veist, nú hef ég ekki kynnt mér að mikið, en það er, þú veist, að við erum ólík og þú segir að þú sér hvað generator. Já, ég er generator. Já. Og svo eru nokkrar aðrar típur og þá sem er eins með stjörnumerkin að ég var á heimsótti vinmennundaginn og ég hafði, sko, ég er innan börninars 3 í, hvað var þetta, 3 sólarringar. Já. Og ég hef ekki verið svona innan þau áður og það tók mig svona cirka 3 klukkutíma að sjá bara hvað þetta eru ólíkir einstaklingar. Já. Þó þau er sömu foreldra og hafa alvegst upp sama umhverfi og hugsa maður einmitt, þú veist, það hefði verið gott að vera yngri þegar þú fær bara, ég er svona og þá þarf að vinna með mínum styrkleikum. Já, mér fannst til dæmis að þetta human design segir að þú kemur þú færð design þegar þú fæðist, samkvæmt human design, þetta er reiknað út frá fæðingatíma og ég var til dæmis með unga leikkonu daginn sem er með channel í kortinu sínu sem er bara, hún hugsar rosalega stórt. Hún hugsar bara í erlendum sjónvarpsseríum, Hollywood og það er eins og samfélagið er það bara, heyrðu, setti nú aðeins á þig hatt og ekki halda þú sért eitthvað. En ég sé þetta í designennar og þetta mun aldrei hætta. Hún mun alltaf hugsa stórt og hún er alltaf á leiðinni að fara að gera Hollywood-seríuna, sko, eða Netflix. Og þá er gott að geta sagt við hana, þetta mun aldrei hætta, búðu til 20 ára planið. Hvernig gætur verið komin þangað? Við vitum að þú ert ekki að gera Hollywood-seríuna á 2 árum, þú veist nema eitthvað bara alveg ótrúlegt gerist, en að styðja hana í að eiga þetta energi í sér, að vera manneski sem hugsar í stórum myndum, stórum möguleikum, og hún komin út í heim og ekki segja að það sé ekki þannig. Nákvæmlega. Í hennar designi
það þannig, það ekki mínu dísæni, en það í hennar dísæni. Og sumir eru með eitt geit sem þannig að þér finnst þú vera mjög sérstakur og þú hafi komið með eitthvað mjög sérstakt og samfélagið alltaf að segja, nei, erum við eitthvað, við erum svo mikið að reyna að taka jæntilóðun að segja bara, heyrðu, ekki allir bara eitthvað, en að segja við þá mannesku sem með þetta geit, segja bara, veistu það, þessi tilfinning að þú sést sérstakur, hún rétt. Þegar þú kemur inn í herbergi, þá finna allir, vá, hann svolítið sérstakur, þú veist. Mjög góða punktur. Já, þannig að mér fannst human designið, og það í því líka, þú veist, vá, þú ert mjög sjálfhverf, þú ert alltaf að hugsa fyrst sjálfa þig, áður þú hugsar aðra. Þú veist, þetta eitt geitið svoleiðis og ég á vinir sem eru með þetta og ég segi bara, veistu það, þú verður bara alltaf að hugsa fyrst, hvað vil ég og hvernig vil ég hafa það, en svo, og þá að því að þannig designið þitt og það gerir þið ekki að narsissista, en fólk heldur kannski að sést narsissisti, að því að við erum búin að setja svo marga leibela á narsissista, hérna, það svona aðal tísku leibelin sem við erum að nota núna, sko. Það ekki líka oft leiðin í að vera, ég man þegar ég sitt fyrir framann mjög beinskeyttan geðlækni, þú bara nafngreint hana, Óttar Guðmundsson, og hann sé bara, Sölvi, þú ert svona djöfisins narsissist, og ég man það kom svona á mig, en svo ég segi, ekki fyrsta leiðin í að vera ekki narsissist, bara viðurkenna maður sé smá narsissist. Jú, og ég heldur sem öll aðeins inn á þann skala, og hérna, og það bara, þessi sjálflækni bara, bjargar oft líf okkar, sko. Já, og með því að gangast við henni og bara óna hana og leyfa henni að vera, þá, þú veist, þá ertu farin að hugsa aðra og komin út úr sjálfu þér, en þú veist, það ofta svona eitthvað með þessi afneitun og talaðu með þessu ungu leikonu, sko, þá hugsa ég, sko, það hefur gerst tvis og þrísvar að ljósi mitt hafi farið að skína mjög skært og þá var ég ekki með innprentað í mig, já, nú á ég að óna þetta hlutverk, þá svona ég ekki orðin aðeins og stór hérna, góðu með mig og það svolítið svona líka í íslenska þú veist, þannig ég held að fólk sem upplifir sér svona, þá er mjög gott að umkringja sér fólki sem að, eins og þú ert að segja, þú sért að segja við hana, já, bara þetta þú, ekki smækka þig. Nei, bara aldrei smækka þig, en þú veist að sá sem að gerir hérna 8 þátta sjónvarpsseríu fyrir Netflix bara rosalega öflug manneskja, sko. Þú veist, það gerist ekki með því að sitja í sófanum og láta sig dreyma það. Nei, það bara manneskja sem algjör framkvæmdamanneskja. Nákvæmlega. Ertu að læra þetta? Nei, ég er búin að fara nokkuð námskeið og svona og svo ég að taka fólk sem hefur samband og gera með þeim kortina því að og hérna og ég sé fyrir mig langar að geta unni með þetta þannig að ég geti unni með hópa af því að það svo gaman þegar þú ert með hópa fólki og þú ferði í orkugreininguna þeirra og hvernig þau gætu unni betur saman sem hópur út frá þessu, sko. Sem enn eitt, ég meina við erum alltaf að leita að einhverju, þetta væri bara enn eitt tungumálið inn í, sko, 12-sporakerfið, stjörnuspekina, þú veist, það hægt að nota margar leiðir og núna finnst mér þetta brjálæðislega spennandi. Já, ég vil trúa að við séum að maður fer í stjörnuspekina, ég hef nú búin að fá hann Gunnlaug hérna til þess ég náttúrulega aðdáandi hans og ég hlusta á hlaðvarpi þeirra bara síðast í gær tók ég 3 þætti í röð því ég var að keyra, skilurðu, og að því ég svona sökkar á svona kerfi, þú veist, eins og human design, stjörnuspeki, enneagram, gildakerfi, hvað meira getið talið upp, já, 12-sporin, ég er búin að fara í gegnum sko 4 12-sporakerfi, þú veist, í 4 mismunandi 12-spora, þú veist, og ég er náttúrulega leikona og ég elska að raða saman karakterum og hvernig fungerar manneskjan og ég hef bara djúpstæðan áhuga á af hverju fólk gerir það sem það gerir í algjörum kærleika, sko. Ég bara, vá, af hverju gerir það svona? Af hverju valdi þessi manneskja gera þetta en ekki þetta? Erum við ekki einmitt að því að hann talar og stjörnuspekin, sko, ekki öld Varsberans sem núna, sko, 25 og það svona 25 á að vera eitthvað svona svolítið transition ári að, þú veist, þá eru kerfin svolítið að byrja að fara og einstaklingurinn að taka ábyrgð, sko. Og þá er með hugsa maður þú veist, þetta, og þess að maður vilja eitthvað vera pönkast í menntakerfinu of mikið og þú veist, kennarar mamma minn kennari, bara virðingin sem ég hef fyrir kennurum bara óendaleg, en kerfið, þú veist, þetta mitt svona þessi móno, allir vera eins, og þá hugsa maður þú veist, nú ég bara bógmaður og alveg með einhvern annan eld líka, og svo ég bara eitthvað ADHD-strákur,
að því að ég fytt ekki inn í eitthvað sem að mér finnst hundleiðilegt. Þú veist, ef að kerfið væri aðeins öðruvísi og þá bara, Sölvi svona, þannig að við setjum hann á þetta pathway í staðin fyrir að ég man eftir mér sko klára starffræðibækurnar, ég var mjög flinkur með tölur, bara slegja á putt, ekki meira, þú ert að fara á hratt, en svo er eitthvað annað sem mann finnst hundleiðilegt og það er maður bara að sofna og þá er ég með ADHD og ef ég væri barn núna, þá var örugglega að tala um að gefa um pillur, sko. Þú veist að... Varstu svo aktífur? Heldur það? Ég var svona, já, eða sko, pabbi minn er sérfræðingur í ADHD og barnasálfræðingur. Já, ok, já. Og hann sagði fyrir einhverjum árum við mig, sko, að hann væri eiginlega á því að það ætti frekar að kalla þetta executive functioning disorder. Sérstaklega þegar fólk fyrir eldast aðeins. Þannig ég held að hjá mér sé þetta minna ofvirknin, sko. Já. Smá hreyfi óróleiki og svona. Já. En ég meira, þú veist, hausinn. Bara hausinn á flugi og og svo finnur hluti sem fær áhuga á, þá færðu svona rör. Já, þú veist, ekki, ég hef ekki verið að drepast úr, sko, ef ég hefði verið mjög hvatvís, þá hefði ég örugglega endað í fangelsi. Já, ok. Veist, og ofvirkur. En þetta svona einhvern veginn. Þú var svo sniður. Þú hefði verið svo sniður. Já, ég geti eignast svolítið svona ef ég fer bara bakdýra megin. Já. Nei, þá bara við hugsa með það að þú ert að tala um human design og þú ert stjórnarspeki, ef það væri innbyggt inn í alveg frá því þú væri 6 ára að þú ert að læra hver ert þú og þú veist, svo er Jói eða Gunna hérna á næsta borði, þau eru kannski bara öðruvísi þú veist, þess að nú varst þú að koma inn og svo hittir Ester kærustöðin mína, hún er rosa jörð sko. Á meðan ég er mikill eldur og við erum bara ólík þá er ekki eðlilegt að við förum inn í eitthvað kerfi þar sem að það er ætlast til þess að við séum nákvæmlega eins. Nei, ég var mjög heppin held ég, því ég var í Fossvogsskóla og það var opið kerfi í Fossvogsskóla og hann var svona tilraunaskóli þegar ég er lítil í Fossvoginum og ég bara áttaði mig á því bara náttúrulega fullorðinsárum hvað það hentaði mér rosalega vel. En ég gat klárað stærðfræðibókina svona fyrir hádegi á mánudögum og svo gat ég klárað eitthvað annað með vinkonum mínum og voru svona allar svona keppnistelpur svona, þú veist, vorum fljótar að gera það sem áttum við að gera og svo höfðum við 50 og 40 bara til þess að búa til leikrit og gera það sem okkur langaði til. Já. Af því að maður fór í svona, maður valdi sér svona staði. Hvað ætlar að gera í dag? Ég ætla að gera stærðfræði í dag og svo rusluðu við af stærðfræðinu og svo rusluðu við af íslenskunni og svona og þá var til meira rými. Þannig að ég er ekki alin alveg upp í hefðbundnu skólakerfi held ég. Svo fer ég í réttó og þá fyrir mér ógeðslega gaman að bara stærðfræði klukkan 11, íslenska klukkan 12, líffræði klukkan 1. Þannig var alltaf hjá mér. Já, þannig að þá var ég allt í einu þá fannst mér aðeinslega gaman eins og ég væri orðin svona fullorðin og verið bara svona möppu og þunga tösku og eitthvað svona, þú veist, það var bara eins og næsti leikur, sko. Þannig að, en ég hef mikið spáð í þetta með kennara því að nú eigum við Nikko og 5 börn og þau eru búin að fara í gegnum allskyns skólakerfi, börninast Nikko í útlöndum, í Frakklandi, það sem er rosalega strangt skólakerfi og bara, þú veist, ekki til eftirbreytni. Mín 2 eldri bara svona hefðbundið og svo yngstu settum við í hjallastefnuna. Það sem ég tek út úr þessi að fylgjast með öllum þessum börnum sko, ég var enda mjög hrifin af hjallastefnunu og þessi yngsta, hún kunni eitthvað sem ekkert að hinum læriðu, sem var eitthvað svona, einhver svona tilfinningagreind, bara þetta orðalag sem hjallastefnan er búin að búa til eins og bara, hún Erna, hún ruglaðist í dag, hún var að taka á kroti við blaðsjötna mínar. Þú veist, þau fá orðaforða að þau mega vera brisk og þau fá orðaforða að ávarpa alltaf hvert annað, kæra vinkona, kæri vinur. Þannig að þau eru alltaf sko, þau eru í samfélagi þar sem að þau eru öll að gera sitt besta og eru að æfa sig í hugrekki, æfa röddina sína og allskinn svona. Allavega, hún lærir eitthvað þarna inni sem að ég væri gaman að aðri skólar gætu pikkað upp líka því ég held að sé auðvelt, en það stóra sem ég er að hugsa núna, því nú er ég búin að vera inn í listaháskóla í 6 ár og það sem ég var alltaf að reyna að raða mér inn í kerfin sem listaháskólinn var að kenna mér, þú veist, raðinn í stundatöflurnar, Bologna samkomulag háskóla, hvernig á að passa inn í allt bla 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 bla. Og svo var ég bara, ok, ég er búin að skilja þetta og ætla að gefa gjöfuna til nemenda, þú veist, það sem ég kom með. Þá kom næsta kerfi, nei, nú ætlum við að skipta úr Canvas yfir í MySchool og hérna þá þurfti ég að læra næsta kerfi og mér fannst ég alltaf vera að þjónusta upp fyrir mig
en ekki þjónusta nemendum. Þetta var svona Einmitt. krísan sem ég lendi í og ég held að við erum farin að gera svo mikla kröfu til kennara af því að allir eru farin að fylgja svo mikið með. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.